Ég heiti Gunnar Haraldsson, ég býð ykkur velkomin á þennan morgunverðarfund Glitnis sem ber yfirskriftina Efnahagsundrið Ísland. Tíminn takmarkaður auðlind og ég ætla ekki að hafa löng orð þetta nema að segja það. Þetta eru spennandi tímar sem við lifum, sérstaklega fyrir okkur sem höfum áhuga á efnahagsmálum. Nú, til að drífa þetta stað, þá ætla ég rétt að hlaupa yfir dagskrána, hvernig hún er uppsett. Fyrst mun Lárus Velding hafa upphafsorð hér, síðan mun Jón Bjarki Bentsson, sérfræðingur á greiningu Glitnis, fara yfir efnahagsspá greiningadeildarinnar fyrir árin 2007 til 2011. Þá mun Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningar Glitnis, tala það sem hann kallar efnahagsundrið. Þá mun Jarkko Sækili, sérfræðingur greiningadeildar FEM, ræða lausafjárskrísuna. Síðan verða spurningar og svör, þar sem að fundarmönnum þess tækifæri til að spyrja hér þá sem í panel, hér upp á borði, hér upp á sviði. Og við reynum að halda okkur við sett tímamörk og ljúka fundinum þegar klukkuna vantar korter í 10. Hvað það? Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Lárus Velding, forstjóri Glitnis, gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru fundargestir. Ég býð ykkur velkomin á þennan morgunverðarfund þar sem að starfsmenn greiningadeildar Glitnis ætla að kynna fyrir ykkur þjóðhagsspá okkar til ársins 2011. Við höfum kosið að kalla fundinn Efnahagsundrið Ísland og það má sannlega segja að Ísland sé efnahagsundur. Við höfum farið frá því að vera einn fátækasta þjóð Evrópu í að vera einn af þeim ríkustu. Hagvöxtur okkar undanfarin 10 ár en tvöfaldur á við önnur OECD-lönd og undanfarin 10 til 15 árum hefur gríðarlegur árangur náðst í því að styrkja útrás íslenska atvinnulífs. Það hefur skilað sér í innflutningi á hagnaði inn á íslenska hlutabréfamarkað sem hefur skilað okkur þeirri stöðu að sem ég veist besta dæmi að nýleg skerðing á aflamarki þorsks þriðjung hafði óveruleg áhrif á stöðu íslensku krónunnar og hlutabréfamarkaði. Ísland er í raun og veru það tengt alþjóðamörkuðum að þeir hafa meiri áhrif á okkur en okkar fyrrum aðalatvinnuvegur. En hvernig hefur þessi litlu eyju tekist þetta og ég ætla nú bara að segja nokkur orð þar sem ég gera Ísland mikið í störfum mínum erlendis undanfarin ár og þá nefni ég oftast 5 þætti. Þeir eru sambland aðstæðna og í raun líka mjög framsýnnar hugsunar sem hafa komið okkur í þennan fremsta flokk. Í fyrsta lagi bendi ég aftur á það að Ísland, þegar þessi umskipti byrjuðu, fékk mikla beina fjárfestingar frá bandamönnum í seinni heimsstyrjöld og sem skilaði okkur raun og veru allt of stóru samgöngukerfi fyrir þetta litla þjóð. Í öðru lagi höfðum við til að hafa kvótakerfi sem gaf kost á fjárfestingu inn í inngreinina. Í þriðja lagi höfum við lífeyrissjóðskerfi sem er fjármagnað að fullu. Í fjórða lagi virkjun endurnýjanlegra orkuauðlinda sem er líklega verða einn áhugaverðasta auðlind okkar á þessum tímapunkti. Í fimmta lagi höfum við einnig haft ríkisstjórn sem einbeitti sér að frjálsu markaðshagkerfi sem við skilur sér í EES-samningnum, einkavæðingum, skuldlausu ríki og síðan ekki síst sterkri atvinnugrein í fjármálaþjónustu sem hefur helming af sínum teknum erlendis frá. Ef við talum þátt Glitnis í uppbyggingu á íslensku fjármálamarkaði þá má segja að á undanfarnum 5 árum sem dæmi hefur Glitnir 5-faldað tekjur sínar, 7-faldað eigið fyrir sitt og 10-faldað hagnað sinn. Við höfum keypt fyrirtæki í 10 löndum á ýmsum sviðum, 10 fyrirtæki erlendis á ýmsum sviðum fjármálaþjónustu og rekur núna starfsemi í 11 löndum með 2000 starfsmenn. Við erum einn af 3 stærstu miðlurunum á norrænum verðbréfamörkuðum og bankinn er einnig með sterka markaðshlutdeild á heimsvísu á sviði sjávarútvegs og jarðvarma. Þar höfum við tekið íslenska sérfræðiþekkingu og flutt hana út og blandað saman við staðbundna þekkingu okkar starfsmanna erlendis. Á þessum tímapunkti, þar sem við í Glitni tökumst á það verkefni hvernig við færum Glitni úr því að vera farsæll íslenskur eigandi erlendra fyrirtækja í að vera alþjóðlegt fyrirtæki, þá þurfum við líka Ísland að hugsa fram á við eins og við höfum gert svo oft farsællega áður. Hvað ætlum við að gera á Íslandi þegar við horfum fram á tímann? Það er náttúrulega mikill kraftur í okkar ágæti þjóð eins og þekkt er og ég er ekki vafa við munum ná miklum árangri í orkumálum
og það að efla Ísland sem fjármálamiðstöð, það er að segja ef við ákveðum að gera það. En það sem veldur mér áhyggjum, og sérstaklega þegar ég horf á þessa hagspá og okkar og annara, sem sýnir í raun það að við erum komið töluverða reynslu í þessum sveiflum, þannig að við erum líklega siglað nokkuð vel í gegnum þetta. En það er það að menn verður alveg stöður sammála um það að næstu árin verður viðverandi hátt vaxtastig á Íslandi, núna 10%. Það vaxtastig, og þetta þekki ég mjög vel, hafandi verið að reyna að selja íslensk hlutabréf erlendis og fá útlendingar til að koma og fjárfesta á Íslandi, að það tefur okkur verulega. Það hamlar okkur frá því að laða það þá fjárfesta sem við viljum fá inn í hlutabréfin okkar og koma inn á Ísland sem langtíma fjárfestar. Það hamlar okkur að smíða þær afleiður til þess að verja þessa gjaldeyrisáhættu sem myndi aftur á móti auðvelda innkomu erlendra fjárfesta. Þetta umhverfi skapar miklar sveiflur í okkar krónu út af inn- og útflæði eins og allir þekkja, vegna þess að við erum í raun og orðin, einn af okkar atvinnugreinum eru útflutningur á vöxtum. Ég myndi segja að vextir og þar á leiðandi myntmálin okkar eru líklega stærsta þjóðhagsmunamáli okkar á næsta árum. Og ég ætla nú síðan ekki að enda með þennan punkt á okkur. Ég held að það sé svona það sem við þurfum að horfa á þegar þið farið yfir þessi gögn. Að ég held að ákvörðun eftir þessi næstu 2 ár, sérstaklega fyrir okkar eitthvað pólitíkusa, er að sinna hvernig við komumst út úr þessu háasta umhverfi. Það er ekki, við munum ekki halda áfram að vera efnahagsundur nema við komumst út úr því. En ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa boltan yfir til sérfræðinganna og vona að okkur finnist að efnið sem við tekið saman vera áhugavert. Takk fyrir. Ég vil þakka Lárusi Velding fyrir þessi upphafsorð. Ég vil nú að segja það að við sem að njótum þeirra forréttinda að horfa á efnahagsástandið úr Fílabeinsturni, að maður þarf stundum að minna sig á það að þetta eru vandamál en ekki bara svona spennandi rannsóknarviðfangsefni. Og eins og Lárus nefndi hérna áðan, það verður gaman að sjá hvernig Íslandið mun takast að vinna sig út úr þessu háasta umhverfi. Þetta er nánast eins og tilraunastofa í hagfræði, allt hagkerfið. Nú, Jón Bjarki Bentsson, sérfræðingur hjá greiningu Glitni, ætlar að kynna okkur núna efnahagsspá greiningarinnar til 2011 og kannski svörin liggi hjá honum. Gjörðu svo vel. Góðan dag. Ég ætla að fara hér stuttlega yfir nýja þjóðhagsspá okkar í greiningu Glitnis og rekja þróun helstu hagstærða, svona eins og við sjáum hana fyrir okkur á næstu árum. Hagkerfi okkar, eins og við flest vitum, hefur verið á miklu flugi undanfarin ár. Hér hefur verið mikill uppgangur og nú, þegar fyrirséð er að er að hægjast, er orðin viðtekin venja að grípa til líkingamáls úr fluginu og tala lendingu, yfirvofandi lendingu hagkerfisins. Og minn greinir nú svo sem á hvort að þessi lending verði mjúk eða hörð. Við ætlum hins vegar að segja nokkuð aðra sögu hér í dag og má eiginlega segja að í stað lendingar teljum við að hagkerfið gerir nú það sem á ensku er oft kallað head swapping. Þannig komum við til með að fljúga svona yfir trjátoppunum og hústökunum en setjumst ekki niður á malbyggið og hvað þá að við stingumst á nefi og jörðina eins og svartsýnustu Íslandsviðirnir hafa spáð þegar hæst óvænt. Vöxtur hér á Íslandi, hagvöxtur, var yfir 7% 2004-2005 sem er geysir hraður vöxtur. Heldur dró úr í fyrra en þó var vöxturinn myndalegur og yfir því sem kallum á jafnvægisvöxt. Við gerum ráð fyrir því að vöxtur í ár verði 2,6%. Það er lítilega undir því sem við teljum jafnvægisvöxt og þannig mun draga nokkuð úr þeirri ofþenslu sem einkennt hefur
efnahagslífið. Þessi vöxtur verður fyrst og fremst drifinn áfram þetta ár sem þau hinn allra næstu af bata á utanríkisviðskiptum. Á hinn bóginn mun innlend eftirspurn hjaðna. Sér í lagi dregur vitanlega nokkuð hratt úr fjárfestingu nú þegar sér fyrir endan á yfirstandandi stóriðjuframkvæmdum. Næstu árin þar á eftir, seinni hluta spátímans, spáum við svo öllu meiri vexti. Þar hjálpast að áframhaldandi bati á utanríkisviðskiptunum og svo það að innlend eftirspurn tekur við sér að nýju. Við þekkjum öll hvernig einkaneyslan hefur vaxið hratt undanfarið. Það er eftir því tekið hvað bílafloti Íslendinga er glæsilegur þessar mundir. Fáir eru menn með mönnum nema eiga flatskjá og nýleg heimilstæki. Og því ekki að undra að við sjáum mjög hraðan vöxt á þessum stærsta lið landsframleiðslunnar í hagtölum. Margt hefur hjálpast að við að hvetja vöxt neyslunar áfram. Vinnumarkaður hefur verið hagfelldur, atvinnuleysi farið lækkandi og er nú rétt innan við 1% samkvæmt mælingum Vinnumálastofnunar sem er afar lágt. Eignaverð sem við teljum raunar að sé töluvert ríkur þáttur í neysluhegðun landsmanna, sérstaklega síðustu ár, hefur einnig hækkað myndarlega á síðustu ár. Þá hefur lánamarkaður verið óvenju hagstæður neytandanum og ekki á síðustu árum í rauninni verið jafn lágt vaxtastig og jafn auðveldum lánsfé eins og var sérstaklega í hittifyrra. Og þar sköpuðust í tækifæri fyrir neytandan að leysa til sín eitthvað af þeirri miklu eignaaukningu sem hann sá í sínum bókum. Við teljum að litla breytinga verði á einkaneyslunni þetta ár og hinn allra næstu. Þannig spáum við lítilsháttar vexti á þessu ári, 1% samdrætti á hinu næsta. Og þarna í rauninni slær svolítið í bakseglin með flesta þessa þætti sem ég taldi upp hér áðan. Til að mynda er aðgengi að lánsfé nú mun takmarkaðra en áður var og það orðið dýrara, vextir hærri. Vinnumarkaðurinn teljum við að fari svona heldur að slakna. Þar er að vísu borð fyrir báru þar sem mikill fjöldi af erlendu vinnuafli er nú til staðar á vinnumarkaði og myndar þar með svona ákveðin stuðbúið, svo má segja, hvað varðar atvinnuleysi, því að hluti af þessu fólki mun halda annað að leita sér að vinnu þegar fer að hægjast hér hjá okkur. Þá teljum við að eignaverð komi til með að hækka hægar allra næstu misseri, sér í lagi íbúðaverð, heldur en verið hefur. Og síðast en ekki síst er mettun. Það er ákveðin mettun á markaði fyrir varanlega neysluvörur og bifreiðar og því auðvelt fyrir neytandann og sársauka lítið þegar hægist að bíða eilítið með kaup á bílum, rafmagnstækjum og slíkum. Við höldum hins vegar að almenningur þurfum ekki að herða belti verulega og á nýjum áratug færist á ný lífi í einkaneysluna og verði vöxtur árin 2010 og 2011. Enn koma við sögu þessir áhrifaþættir sem ég nefndi fyrr. Kaupmáttur kemur til að aukast hraðar að nýju. Horfur batna á vinnumarkaði. Lánsfjármögnun verður væntanlega hagstæðari með lægri vöxtum og eignaverð tekur trúlega við sér á ný. Fjárfestingin hefur verið einn af megin drifkröftum undanfarinna ára í hagvexti. Fjárfestingastig hefur verið afar hátt hér í hagkerfinu og náði á okkar mati hámarki í fyrra þegar fjárfesting og fjármunamyndun var þriðjungur af landsframleiðslu sem er geysihátt hlutfall í samanburði við löndin í kringum okkur. Þarna spilaði þetta stærsta hlutverkið stóriðjufjárfesting. En fjárfestingastig í öðrum geirum atvinnulífsins sem og í húsnæði hefur líka verið töluvert hátt. Þarna teljum við að verði nokkuð snarpur samdráttur og er megin orsök hans
vitaskuld sú að nú dregur að lokum stóriðjuframkvæmda. Þær eru afar stórar í hlutfalli við okkar smáa hagkerfi og gangur þeirra hefur því mikil áhrif á fjárfestingastigið. Einnig teljum við að minna verði fjárfest í íbúðarhúsnæði á allra næstu misserum. En á hinn bóginn mun hið opinbera eins og þeir hafa raunar lýst yfir koma þarna á móti með meiri fjárfestingum í innviðunum og vega nokkuð upp þennan snarpa samdrátt í fjárfestingum. Við gerum svo ráð fyrir nokkrum vexti þegar fer að líða á spátímann og þar gerum við ráð fyrir að nýtt álver verði byggt í Helguvík. Það virðast vera yfirgnæfandi líkur á því verði og það mun knýja vöxt fjárfestingarinnar 2009 og 2010. Þarna er að ræða okkar mati eitthvað í kringum 80 milljarða fjárfestingu sem enn og aftur er stór tala í hlutfalli við okkar litla hagkerfi þó að umfang þessara framkvæmda sé margfalt minna heldur en það sem að nú sér fyrir endanum. Viðskiptahallinn er eitthvað sem að mikið hefur verið horft til. Sér í lagi hafa erlendir greinendur furðað sig mikið á hvernig okkar hagkerfi fer að því að bera þetta mikla ytra ójafnvægi sem við höfum séð í tölunum undanfarið misseri. Því er til að svara að þó hallinn sé geysi mikill, ríflega fjórðungur af landsframleiðslu í fyrra, þá er hann langt í frá allur að slæmur út runnu. Töluverður hluti hans er tilkominn bæði vegna fjárfestingar sem ég rætti hér áðan og eins vegna mikilla erlendra fjárfestingar sem koma fram í halla á þáttatekjum meðal annars. Að því gefnu að þessar fjárfestingar reynist arðsamar koma þær til með að skila meiri ávinning fyrir þjóðarbúið heldur en þarf til þess að borga niður þann hluta hallan sem er tilkominn vegna þeirra og þar sem við gefum okkur að þetta verði raunin kemur halli á utanríkisviðskiptum til með að draga saman á næstu árum. Einnig kemur það til að hluti þeirra fjárfestinga sem í var ráðist, það er að segja fjárfestingi í áliðnaði, kemur til með að skila verulegri aukningu á útflutningi áls. Svo mikilli að undir lok næsta árs verður útflutt magn áli orðið 140% meira heldur en raunin var áður en að þessi stækkun og nýja álver sem nú er verið að klára kom til framkvæmda. Á móti dregur vitaskuld úr fiskútflutningi. Sú ákvörðun var tekin í sumar að skerða þorskkvóta þriðjung sem hefur okkar mati þau áhrif að útflutningur sjávarafurða dregst saman 10%. En aukin útflutningur á áli og öðrum iðnaðarvörum sem og góðar horfur í ýmsum þjónustugreinum, hvort sem við lítum til fjármálageirans eða ferðamannaiðnaðar, vega þennan samdrátt í sjávarútvegi upp og mun meiri en það er raunin. Við gerum þannig ráð fyrir að viðskiptahallinn verði 15% í ár, lækki svo í 8% í 8 þétt í lok spátímans. Það er vissulega mikill halli og meiri heldur en hægt er að kalla sjálfbæran halla en þá verður að hafa í huga að eitthvert ofmat kann að vera á raunverulegum viðskiptahalla í tölum Seðlabankans, hinum opinberu tölum og einnig það að nýjar stóriðjuframkvæmdir auka tímabundið halla á utanríkisviðskiptum en leiða að því loknu til þess að það minnkar. Hagstjórn hér í hagkerfinu hefur verið nokkuð gagnrýnd undanfarin ár og við getum vissulega tekið nokkru undir þá gagnrýni. Seðlabankinn hefur orðið að bera of stóran hluta af mótvægi gegn þenslu undanfarinna missera og hefur orðið til þess að stýrivextir hér eru þeir næst hæstu meðal þróaðra ríkja. Opinber fjármál hafa vissulega verið í góðu horfi og því ber að fagna og staða ríkissjóðs er geysilega sterk. En á móti er hægt að benda á það að hluti af þessari sterku stöðu, þau mikla bata sem hefur verið á skuldastöðu hins opinbera og ríkiskassanum er tilkomin vegna þenslunnar því að
því að ríkissjóður nýtir mjög góðs af sveiflu tengdum tekjuliðum á borð við virðisaukaskatt og fjármagnstekjuskatt. Við teljum ekki verið stórvægilegar sveiflur í útgjöldum hins opinbera, ekki á kvarða landsframleiðsluna þó að útgjöldin sjálf taki vissulega nokkur sveiflur. Þar má nefna mótvægisaðgerðir gegn kvótaskerðingunni sem að munu auka samneyslu og fjárfestingu eitthvað á næsta ári en ekki svo að hafi veruleg áhrif á gang hagvaxtarins. Ég nefndi áðan að stýrivextir eru hækkað mikið og við teljum að þeir hafi náð hámarki. Þeir hafa verið 13,3% það sem af ári og við teljum að svo verði út árið. Í mars á næsta ári spáum við að lækkunarferli hefjist og vextir verði þá komnir í 10% í lok þess árs. Þá haldi áfram að lækka í 7% í lok ársins 2009 en þá höldum við að ekki verði lengra komist í lækkunarferlinu þar sem þá verði aftur farið að auka í gang hagkerfisins. Fjárfesting verður orðin töluvert mikil og verðbólguþrýstingur af þeim sökum og það gerir Seðlabankanum ókleift að lækka vexti meira á okkar mati. Á hinn bóginn heldum við að vextir taki að hækka á nýjum áratug en væntanlega verður sú vaxtahækkun smærri í sniðum að sömu ástæðum og hagvöxturinn verður minni. Það er að segja að umfang þenslunar verður væntanlega minna á þeim tíma heldur en verið hefur undanfarið. Krónan hefur verið mikið í sviðsljósinu undanfarið eins og jafnan þegar hún sveiflast snart. Við sjáum í umhverfi krónunar hversu mikla breytingar hafa orðið á tengingu okkar við hinn alþjóðlega markað. Krónan er nú orðin miklu tengdari gengi á alþjóðamörkuðum heldur en raunin var fyrir aðeins nokkrum árum og vaxtamunur við útlönd er í rauninni ráðandi þáttur gengi krónunar ásamt reyndar áhættusækni eða áhættufælni fjárfesta. Þannig er fylgni við aðrar hávaxtamyntir töluvert mikil eins og við sjáum hér á rauðaferlinum og það er athyglisvert að þegar mikið gengur á eins og hér á vordögum 2006 þegar gagnrýni á Ísland og bankana var mikil, aftur núna á síðustu vikum og mánuðum, þá rýkur þessi fylgni upp. Og ástæðan er sú að það er að töluvert leyti sami hópur fjárfesta sem að sækir í hinn svokölluðu vaxtamunaviðskipti sem felast í því að ávaxta fjármuni í þessum löndum. Á hinn bóginn er vægi innlendra þátta orðið mun minna heldur en var fyrir aðeins nokkrum misserum. Við höfum fengið á þessu ári fréttir á borð við skerðingu á þorskkvóta, lækkað lánshæfismat ríkissjóðs og þá niðurstöðu í Hafnarfirði að stækka ekki álverið í Straumsvík, allt fréttir sem hefðu haft trúlega veruleg áhrif á gengi króna, minnst að kosta til skamms og jafnvel meðallangs tíma, en höfðu bæði skammvinn og grunn áhrif á gengið þetta árið. Hins vegar hefur viðsnúningur áhættusækni á alþjóðamörkuðum og þau lausafjárvandræði sem tengjast áhættusömu lánum og hann Jakob mun fara betur yfir á eftir, haft veruleg áhrif. Við teljum að krónan sæki nokkuð í sig veðri að nýju þegar dregur úr þessum óróa á alþjóðamörkuðum og gengi krónu hækki nokkuð en þó ekki í sömu hæðir og krónan náði í sumar. Á næsta ári gerum við ráð fyrir að gengi krónu lækki nokkuð að nýju með lækkandi vöxtum, því að eins og ég nefndi áðan er vaxtamunur við útlönd mjög sterkur þáttur þegar kemur að gengi krónu. Við teljum þannig að gengisvísitalan nái hæst og þar með gengi krónu verði lægst í kringum áramótin eftir þau næstu, það er að segja í lok árs 2008 og tímabundið kann gengið auðvitað að verða töluvert lægra. Hins vegar teljum við að gengi krónu verði ekki lægra en þetta nema þá í mjög skamman tíma og hún fari að styrkjast á ný
þegar gangur fer að aukast í hagkerfinu og menn sjá fram á að Seðlabankinn komi til með að þurfa að hækka vexti að nýju til að bregðast við því. Verðbólga er orðin má segja viðvarandi vandamál hér í hagkerfinu og til marks auðvitað hve hátt hefur verið flogið og gangurinn kannski meiri heldur en hægt er að búa við. Verðbólga er nú rétt utan við þolmörk Seðlabankans, sem er rétt ríflega 4% eftir að hafa tímabundið náð inn fyrir þessi þolmörk í sumar og við teljum horfurnar nú ekki alveg nógu góða til skamms tíma. Verðbólga verður talsverð næsta kastið, vinnumarkaður er enn mjög spenntur, við bætist verðhækkun á eldsneyti og ýmsum hrávörum sem að skila sér í hærra matvöruverði, burtséð frá gengishreyfingum krónunnar sem auðvitað hefur bætt svolítið þar við síðustu vikurnar. Síðast að minnast á það að húsnæðismarkaður er enn ansi líflegur og ekki að sjá allra næsta kastið að hann komi til með að minnka við verðbólguþrýstingi. Og úr þessu mun hins vegar rætast á næstu misserum þegar hægir á vinnumarkaði og íbúðamarkaður kólnar sömuleiðis. Þannig spáum við að verðbólga lækki heldur, reynda mun gengisveiking krónunnar næsta ári vinna tímabundið gegn lægri verðbólgu, en á endanum teljum við að verðbólgan gefi eftir og nái markmiði Seðlabankans seint á árinu 2009. Eftir það er svo sem erfitt að spá þessu, en sú spá sem við höfum farið yfir hér að undan og gerir ráð fyrir að gangurinn verði ekki meiri en svo að ætti að vera hægt að halda verðbólgu nálægt markmiðinu út spátíma. Rétt til þess að fara yfir breiðu drættina að lokum í spán okkar, þá gerum við ráð fyrir að aðlögunin verði hæg og sígandi en ekki verði snarpa lendingu að ræða. Þessi aðlögun verður að miklu leyti drifin af bata og utanríkisviðskiptum sem vegur upp samdrátt í innlendri eftirspurn á næstunni og styður við vöxt út spátíman. Og í síðasta lagi teljum við að nýr áratugur færi okkur myndarlegan vöxt en ekki óhóflegan eins og raunin hefur kannski verið á síðustu ára. Takk fyrir. Ég vil þakka Jóni Bjarka fyrir góða framsetningu á þessari spá. Þetta er á margan hátt athyglisverð spá sem að greining Glitnis býður okkur upp á hér. Mætti hafa hana mörg orð. Það sem er kannski athyglisverðast sem í fljótu bragði er það að sýnir á margan hátt hvernig íslenskt hagkerfi hefur breyst og að við búum í þessu litla galopna hagkerfi okkar. Að það er af sem áður var að í svona spár snerust eingöngu heimatilbúin atriði eða var það heimatilbúin vanda. Mestalagi verða á sjávarafurðum erlendis sem skiptir máli. Nú er þetta allt í einu orðið galopið hagkerfi og sem gerir þetta allt kannski flóknara og erfiðara að eiga við. Og það er þetta líka spurning, þetta gerir ekki bara alla hagspárgerð okkar hagfræðingana erfiðari, heldur líka hagstjórnina sjálfa og það er verkefni allra og ekki síst þá stjórnmálamanna og Seðlabankans að eiga við það. Það er þá að fara að líta hagstjórn í mun stærra samhengi en áður hefur verið gert. Hvað það? Næstur er Ingólfur Bender, forstöðumaður greiningardeildar Glitnis og hann ætlar að fjalla efnahagsundrið Ísland. Ingólfur Bender, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Fyrir nokkrum árum síðan var Ísland helst þekkt fyrir tónlistina sem hér var sköpuð. Þegar maður hitti einhvern útlending þá og sagði að maður væri frá Íslandi að þá kom ég á Björk of course. En þetta er breytt í dag. Nú þegar maður kynnir sig sem Íslendinga þá
Þá kemur svarið, já, Báur eða Kaupþing eða Glitnir eða allt þetta sem tengist íslensku efnahagslífi. Þetta alveg nýtt og einhver leiti þetta tilkomið vegna þess að við höfum komið óvart á því sviði. Við höfum verið að fjárfesta mikið erlendis, við höfum verið alþjóðlegir fjárfestar þrátt fyrir að vera þessi litla þjóð. Og þar höfum verið að fjárfesta í bankastarfsemi, fjárfesta í smásöluverslun, við erum að fjárfesta í lyfjaframleiðslu, stoðtækjaframleiðslu, matvælaframleiðslu og svo framvegis. Við erum verið á mjög mörgum sviðum erlendis í nær öllum af okkar helstu nágrannalöndum. Það er því engin furða að menn hafa rekið upp stóru. Við erum lítil og afskekkt en samt rík og tekjuhá og við höfum vaxið afar hratt á undanförnum árum. Og þetta er líka vakið eftirtekt þegar menn hafa farið að skoða okkar hagkerfi. Landsframleiðsla mann í fyrra var hér sú 5. hæsta innan OECD-ríkjanna. Og þegar við lítum til síðustu 10 ára þá er hagvöxturinn hér á landi 4,5% samanborið við 2,7% í ríkjum OECD að meðaltali, sem eru, öll helstu iðnríki heims. Og þetta er ekki nýtt fyrirbæri. Heldur höfum við vaxið langa hríð hraðar heldur en þessi helstu ríki heims sem hefur skilað okkur þessari stöðu að vera einn tekjuhæsta þjóð heims. Við erum strjábýlt land og hrjóstruð en samt eru lífsgæði hér með því besta sem gerist í heiminum. Skýrsla sem að Sameinuðu þjóðirnar birtu í fyrra hvar varu mestu lífsgæðin í heiminum raðaði okkur í öðru sæti og eftir Norðmönnum. Og við erum smáríki en samt eitt af samkeppnishæfasta í heimi. Viðskiptaháskólinn EMD gerir þetta árlega að bera saman samkeppnishæfni þjóða á grundvelli mjög margra þátta. Og samkvæmt nýjustu skýrslu þeirra sem kom út þeirra á þessu ári þá erum við í 7. sæti. Þannig í eðli sínu er þetta ekki tilviljun. Það er ekki tilviljun að við stöndum jafn vel og við gerum. Við tökum aftur rétt síðustu 10 ár og Lárus svo sem nefndi breytingar sem að ná lengra aftur en það og eru mjög gildar í þessari umræðu. En ef við tökum bara síðustu 10 ár, 10-15 ár, þá höfum við gengið gegnum gríðarlega breytingar. Við höfum opnað okkar hagkerfi, við höfum staðið í einkavæðingu, önnur markaðsvæðing verið hér talsverð, við höfum dregið úr ríkisafskiptum, við höfum dregið úr ríkisstyrkjum, við erum með stöðugra hagkerfi í dag og betri hagstjórn heldur áður hefur verið. Við höfum lækkað skatta umtalsvert og ekki síst á okkar fyrirtæki sem er að nýtast okkur vel. Aukin nýting náttúruauðlinda og betri nýting náttúruauðlinda þar sem eignarrétturinn hefur verið skilgreindur. Við erum með sterka lífeyrissjóði sem er einhver leyti skýring þess þegar spurningin kemur hvaðan koma peningarnir. Það var þau einhver leyti þá. Bætt lánshæfi sem þá hitt svarið við því hvaðan koma peningarnir því að við höfum tekið þetta að láni erlendis. Það er kannski svolítið skemmtilegt þegar menn spyrja hvaðan koma peningarnir þá svarum að þið lánuðu okkur peningarna fyrir þessu. En síðan er það sem er mjög markvert og enginn trúði held ég hér fyrir einhverjum 10-15 árum að Ísland gæti orðið þessi miðstöð fjármála sem hún er í dag. Fjármálakerfið vegur orðið 10% af okkar landsframleiðslu sem er meira heldur en við finnum í nágrannalöndunum en vægi þess að gera þar í Skandinavíu til að mynda allri er lægra heldur en í hér á landi. Við erum mun meira í flokki með löndum sem eru alþjóðlega fjármálamiðstöðvar á borð við Bretland og Bandaríkin. Við erum þriðjungur af hagvexti undanfarna ára sem skilar sér úr þessum eina sektor og hann er farin að skapa verulegar erlendar tekjur eða 50% af hans tekjum koma erlendis frá. Og nú spyrja menn, og maður heyri það, ekki síst í erlendum fjölmiðlum, hvort að það sé ógn sem stafi að hinu íslenska undri vegna þess
að við höfum verið að fjármagna okkur svona mikið erlendis frá vegna þess hversu stór þessi sektor er. Þessi ógn sem er nú og á uppruna sinn á íbúðamarkaði í Bandaríkjunum og hefur leitt út í gegnum kerfi í lausafjárskorti nær allstaðar, hvort það ógni hinu íslenska undri. Áhættufælni meðal lánveitenda og fjárfesta hefur aukist til muna á rétt síðustu vikum. Álög og ekki síst skuldaálög hafa hækkað umtalsvert og það er erfiðara að finna sér laust fé. Allt þetta getur mann sagt að koma sér illa fyrir hagkerfi sem byggir jafn mikið á erlendri lánsfjármögnun. Hérna sjáum við mynd sem sýnir annars vegar hvernig erlendar eignir okkar hafa þróast og hins vegar hvernig erlendar skuldir okkar hafa þróast. Sjáum við hversu mikla breytingar hafa orðið í þessum stærðum rétt undanfæri. Myndin hér fyrir neðan síðan hvernig skuldaálag okkar banka hefur breyst rétt undanfarnar vikur. Og þá er í rauninni það ástand sem við gengum gegnum á síðasta ári og menn voru svona býsna stiðið bara hóll í samanburði við það bjarg sem við tökumst á við núna. Áhrifin gæti orðið einhver, þau eru í rauninni orðin tiltölulega lítil í dag. Við höfum jú séð hlutabréfaverð lækka nokkuð og við víst að það komið þá fram í einhverju tapi á hlutabréfastöðum og þá skammtífastöðum skuldabréfum. Dýrari fjármögnunin við búin en hins vegar búum við afskaplega vel af þeirri gagnrýni sem hér beindist að íslensku efnahagslífi fyrra sem meðal annars var á grundvelli þess með hvaða hætti bankarnir voru að fjármagna sig og fyrir því betur í stakk búnir til að takast á við þetta núna. Við þurfum ekki að leita út á markaðinn alveg á næstum. En þegar þið gera og þegar þið þurfa að gera að þá er viðbúið ef þetta ástand lengist að þá mun það vera dýrari fjármögnun og verra aðgengi að láns. Einhverju leyti kann þetta koma fram í minni þóknunartekjum einnig þar sem viðbúið er að fyrirtækjaverkefni muni dragast eitthvað saman og minni útlánavöxtur og aukin útlánatöp og þá er maður búin að reikna sem nokkuð langt fram í tíma reyndar. En þetta fer allt eftir því hvernig þetta þróast, hvort að við sjáum þetta ástand vera viðvarandi eða ekki. En í eðli sínu er þetta breyting sem að kemur okkur ekki á öllu leyti illa. Heldur er að koma inn í hagkerfi sem er í miklu þenslu ástandi og hefur raunin kannski ágætt og gott af því að kólna aðeins. Og þarna er komin forsenda fyrir því. Geti hjálpa okkur að hægja hagkerfinu bráð, geti hjálpa Seðlabankanum að lækka vexti, náni þessu vaxtastígi hér, hjálpa okkur við að lenda þessu hagkerfi. En þetta er einn af áhættuþáttunum í okkar spám gæti valdið því að hagvöxtur á næstu missunum verið eitthvað hægari heldur en við reiknum með. En vegna þess að ég er forstöðumaður greiningadeildar Glitnis og undir okkur heyri það að ráðleggja fjárfestum hvar á að kaupa og hvar á að selja á hverjum tíma, að það vil nú benda mönnum á það að í svona ástandi eins og núna, markaðurinn stýrist mun frekar að einhverju hugarástandi frekar heldur en það sem kallum á og sletta fundamental atriðum varðandi rekstur fyrirtækjana, þá fæðast afskaplega góð tækifæri. Við sáum það í fyrra mjög vel þegar markaðurinn lækkaði hérna mjög skarpt kringum það umrót sem varð á markaðnum. Við sáum það mjög vel núna eftir á hversu góð tækifæri það voru sem fættist þá. Ég held að það er sama sem það gerast núna. Þannig fyrir þá sem eru þolinmóðir að hafa maga í smá spennu og sveiflur, hugsa fram á við þá held ég að þarna sé kauptækifæri. En menn eru snöggir í krepputali í þessari umræðu. Og ég vil aðeins minna menn á það hér. Og kannski einhver leitir í litari þessu umhverfi sem er í kringum mig. Markast af því hvernig við sjáum fjármálamarkaðinn þróast á hverjum tíma. Þá horfum menn í daginn fremur heldur en árin. Að kaupmáttur er hratt hækkandi. 3,8% frá áramótum og 9,3% ef við lítum til síðustu 3 ára. Mjög mikið í samanburði við það sem gerist annars staðar. Húsnæðisverð er hratt hækkandi 11,7% frá áramótum
og eitthvað 69% yfir líðindi síðustu 30 ára. Hlutabréfaverð þrátt fyrir lækkanir undanfarið hefur hækkað frá áramótum ríflega 18% og þetta 110% yfir líðindi síðustu 30 ára. Atvinnuleysi ekkert, atvinnuþátttaka með því allra mesta sem gerist í heiminum. Krónan sterk þrátt fyrir lækkanina undanfarið, raungengið svona rétt við langtíma meðaltal. En kreppan og samdrátturinn ekki hér. En hvað annað ógnar okkar árangri í augnablikinu? Því að við höfum náð svona langt. Ójafnvægi mikill, viðskiptahallinn mikill og verðbólgan há. Jón Bjarki fór í gegnum það hér áðan. Áhlaup á íslenska hagkerfið var reynt á grundvelli þessa í fyrra og reyndar stöðu bankana. Ég held að það verði ekki aftur. Og gæti einhverju leyti flækt þennan aðlöðuna fyrir hagkerfisins. Mikið hvílir á trú erlendra aðila á íslensku efnahagslífi, ekki síst vegna þess að við höfum svo mikið undir í erlendum lánum. Aftur var þetta líka reynt í fyrra. Og við fórum þá út og skýrðum hver íslenska módelið gekk út á og hvernig bankarnir hvert þeir voru að fara, hvert var þeirra business model og ég held að það hefði gengið eftir. Það var ástæðan fyrir því að markaðurinn sneri við. Áföll í lykil atvinnugreinu. Lárus kom inn á það hér áðan að við fengum skell í einum okkar helsta atvinnuvegi, sjávarútvegi, þar sem var ákveðið að skera niður þorskóta fyrir næsta fiskveiðiár þriðjung. Fyrir einhverjum árum síðan hefði þetta nú þótt stór tíðindi fyrir íslenskt efnahagslíf og einhver lítið tíð þannig að ennþá. En það samt til merkis þar gríðarlegu breytingar sem áttu sér stað á tiltölulega stuttum tíma. Áhrifin á til að mynda fjármálamarkað hér voru bara hverfandi. Tækifærin á móti þessum ógnurum eru hins vegar gríðarlega mörg. Við fengum frá Vesturnorrænu hérna, eða viðskiptaráði hérna daginn tillögur það hvernig mætti þróa þetta hagkerfi áfram 90 tillögur. Það ekki skortur á góðum tillögum það hvernig við getum ráðist í frekari kerfisbreytingum til þess að knýja vöxt áfram. Og í ljósi þess hvað kerfisbreytingar undanfarna ára hafa skilað okkur, þá held ég að þessi rétt að skoða þetta aftur með mjög opnum huga. Orkan mikil auðlind, hún hefur sýnt það og sannað á síðustu árum og útrás á grundvelli hennar þegar hafin og þá grundvelli þess hugvit sem hefur skapast í kringum þess atvinnugrein hér heima. Og síðan verið að ræða frekari stóriði hér á landi sem getur þá breytt fjárfestingarstíðinu talsvert litið fram á veginn. Í okkar spá byggjum við á að það verði af einni framkvæmd á þessu tímabili. Það getur hæglega orðið meiri. Ísland sem fjármálamiðstöð held ég að sé að einhverju litið þegar orðið að veruleika en með tiltölulega litlum breytingum í umhverfi þessa greinar og fyrirtæki almennt í landinu held ég að megi auka líkundum til muna af þessu verði. Fækkun og stækkun sparisjóna liggur fyrir og breyting á íbúðalánasjóði afar brýn. Það sé eitt af því sem maður oftast spurður að þegar menn fara að skoða íslenska fjármálamarkað. Hvað þetta fyrirbæri íbúðalánasjóður? Það var gaman til tíð. Upptaka evrunnar og afnám krónunnar klárlega það sem mjög mikið í umræðum í dag. Og það var brýnt í ljósi þeirra reynslu sem við höfum að frjálsi floti krónunnar og verðbólgumarkmiði sem hefur ekki skilað okkur þeim ávinningi sem ég held að nokkur okkar vilji una sig við. Verðbólgan búin að vera hér talsvert yfir verðbólgumarkmiðinu allt þetta tímabil og flökti í krónunni nokkuð. Þannig ég held að það sé rétt að skoða aðra kosti. Vextir hér og Lárus nefndi það afskaplega háir. Þetta svo breyting að fara inn í evruna eða af því verði myndi hafa gríðarlega áhrif fyrir það eitt að vextir hér myndi koma til dæra hart niður. Og það myndi gerast löngu áður en færa minn. Það reynslu af því þegar önnur hagkerfi hafa farið inn að væntingar keyra þar vexti niður löngu áður en af aðildi orðið. Skattalækkanir, enn minni ríkisafskipti, enn meiri markaðsvæðing, allt þetta liggur fyrir dyrum. Fólksfjölgun og sjálfsögðu með því opna hagkerfi sem við erum. Fólksfjölgun hefur stóran þátt í
í þeim hagvexti sem við höfum séð hér á undanförnum árum og búum við vel að því. En síðan þetta sem að vanmetinn þáttur held ég í þróunum undanförnum ár, það þáttur frumkvöðla sem hefur verið gríðarlega mikið. Við höfum búið afskaplega vel að því að hafa hér menn sem framtakssamir og einhver leyti það umgjörð þeirra sem að skapa þannig, en þeir eru framtakssamir og hafa ráðist í fjárfestingar og útrás og annað. Þora að taka áhættu langt umfram það sem við sjáum í nágrannalöndunum. Við sjáum það hér að fjöldi fyrirtækja sem startaði hér á ári hverju mun fleiri þegar við sjáum stærð hagkerfi sem við sjáum í nágrannalöndunum. Eitthvað segir það frumkvöðla andan í íslensku efnahagslífi. Framtíðin í okkar höndum, klálega. Hagkerfið hefur komið á óvart á undanförnum árum. Hér fyrir 4 árum var enginn sem ég man eftir sem var að spá því að hagvöxturinn yrði þetta mikill yfir þetta tímabil sem við nú erum að horfa á. Þessum hagvöxturinn náði upp í þetta 7–8% á einstökum árum. Sveiflan hefur orðið meiri heldur en menn reiknuðu með þegar við lítum aftur í tímann. Og nú spurning hvort að hagkerfið kom ekki aftur og óvart þegar við lítum fram á veginn og þá svo hagspá sem við erum velt út hér og rauninni ekkert sérstaklega mikill vöxtur í sögulegu samhengi, hvort að við munum sjá hagkerfið aftur koma óvart og vöxtum vera meiri. Það undir okkur sjálfum komið að sjálfsögðu vegna þess að við erum orðin þetta samofin erlendu efnahagslífi, að þá það undir öðrum komin líka. Og í því gildir að þeirra hagur okkar hagur. Ég vil enda með þeim orðum. Takk. Já, takk fyrir Ingólfur. Það var alltaf gaman að heyra Ingólf tala því mann líður alltaf svo vel á eftir. Það ekkert svona krepputal og eins og leiðis. Mér var líka hugsað til þess að ég man ekki að það var einhver sem sagði forsunin hlífur fullu fólki hundum á Bandaríkjum Norður-Ameríku og ég held að það eigi að bæta Íslandi inn á þennan lista ef að lausafjárkreppan hjálpar til við að bæta hagkerfið og kauptækifæri og allt þetta. En eins og Ingólfur benti á þá stór óvissuþáttur þarna sem lausafjárkreppan sem að mikið hefur verið í umræðinu núna. Hingað komið Jarkko Sakkiði og ætlar að tala ótrúg húsnæðisinnlán í Bandaríkjunum. And sérfræðingur í greiningadeild FÍM. And I welcome you. You're going to talk about the subprime crisis in the USA. Okay, the floor is yours. Okay, thank you very much from my part as well. You're very welcome to this event, and so am I. And I work as an economist at FIM, which is a part of Clinic Group in Finland, a financial investment firm. And as my title is quite self-evident, I will be speaking about the U.S. subprime crisis and its potential impact on U.S. and global economy. Okay, before we go into that topic, we should remember or note a couple of things where we started this process. First of all, when this crisis started to escalate in recent years, the global economy was doing extremely well. It had been growing for about 5% or even above for 4th year in a row, and this is substantially higher than the about 3.5% average that has been recorded in the past 25 years. At the same time, we actually have to go back to early 70s to find such a period of strong and sustained growth that could match this experience, what we've seen so far. And at the same time, we should remember that actually this US slowdown is not such a new phenomenon. It actually started in the second quarter of 2006, and so far the global economy has been weathering the slowdown fairly well. If we look at this chart, you have the green bar there showing that after 2004 the US economy has been slowing steadily down, and at the same time there have been offsetting forces. For example, the emerging markets have been doing extremely well, and if we look at this set of so-called BRIC countries, meaning Brazil, Russia, India and China, they have been growing at a stunning pace of around 9 or even more than that in past couple of years.
And this has been enough to offset the slowdown in the US. And indeed, in the last couple of years, this growth from BRIC countries has accounted for more than half of the global growth. However, there have been some signs more recently that the US slowdown wouldn't be contained only in the housing sector, but it would spread around the US economy to private consumption, to employment, therefore have a deeper impact on the rest of the economy. And this is what this topic is all about, and I'm going to talk about. But before going into the impact, I probably should say a few words about the subprime crisis that is going on mainly in the US. First of all, the term or definition of a subprime is somewhat vague. Basically, it means that all the loans that are not prime, meaning that, for example, the documentation that the people provide to support their statements about their income are not sufficient, and they may lack some critical information. Moreover, quite often these people who have been borrowing have no or very limited credit history, and if they have one, it can be a bad one. So it means that these loans are, by definition, very risky. On top of that is that quite often these have been packaged into fairly exotic forms. For example, many of these loans have so-called teaser rates that are fixed and very low for the first 2 or 3 years of the loan. And the remaining 28 or 27 years, they will be paying a price that is about 4 to 5 percentage points higher than for the prime rates of prime loans. This means that after this initial period, you will be hit by much harsher conditions to service your debt. But despite all the attention that the subprime loans have been getting in recent months and perhaps for a year, they are really not the representative part of the US mortgage market. They, by several estimates, are probably representing a bit more than 8% of the total market. However, what makes them quite important is that they have been really playing a major role in the debt dynamics in the US mortgage markets in recent years. And for example, in 2006, they represented some 20% of total originations in the mortgage loans. And indeed, there have been some indications and estimates that even 20% of the subprime loans that were granted in 2005 and 2006 will foreclose exactly for the reason that these teaser rates would turn into something quite different and much higher debt service, and the people won't be able to service this debt. We already see some signs this happening. If you look at the green chart here and the green line, we see that the people that are late up to 90 days with their payments on these loans has been increasing. And it's not that far from this estimate of 20% in the event that they end up being in foreclosure. This, of course, will have a big impact on these borrowers. It could mean that more than 1 million homes would be lost, and therefore it would have quite a big impact on the lower income people who typically take these loans. And of course, that someday somebody has to clean up this mess, and the current estimates for the cost of it are ranging between $50 billion up to $200 billion. If we compare this figure to the total US mortgage market, it's not such a huge amount. It's about 2% of the total amount outstanding, but we have to remember that there are many derivatives and products that has been created around this, and quite often investments on these instruments have been leveraged. So the implication for certain players could be harsher. So what would this mean for the US economy? Our analysis is based on 4 main channels through which it will have an impact. First of all, tighter supply of credit. When the financial institution is in a situation that the liquidity dries up and it faces difficulties in getting funding itself, it means that it will be more stricter when it's giving out loans. And the impact will be the biggest one for the people, individuals and corporates alike, that are least creditworthy.
it means that these entities will spend somewhat less and will invest somewhat less. A second channel is the demand for credit. In a situation where financial institutions face higher funding costs and they probably start pricing risk a bit differently compared to what they used to do before, they quite often raise their lending rates, and individuals making the decisions whether to take up a loan to finance consumption or investment respond to this higher rate and lend less, and therefore spend and invest less. Third channel would be the wealth effect. This is quite interesting. If we look at the developments in the US, household wealth in net terms as a share of disposable income, we see that in recent years it has been creeping up quite a bit. And this is mainly due to higher house prices, which is the most important category in the wealth stock of households. Now, if we are entering a situation where house prices start to fall, it's quite natural that this tendency will probably start to dip a bit. And it will have the psychological effect that the people are not likely to spend as much if they feel poorer rather than rich, and therefore it could have an impact on consumption. But it would also have a more direct impact on consumption, because in recent years, because of the appreciation in the house prices, people have been able to take out the increased home equity and actually spend that money. Alan Greenspan made a study in 2005 which showed that in early 2004, when this phenomenon was at its peak, this amount represented almost 7% of disposable income. So it's quite nice add-up for households to spend on cars and other things. This thing is drying up already, and we expect it to do so even more if the house prices start to fall in the US. So what would be then the impact of this anticipated slowdown in the US? We are currently anticipating that the GDP growth in the US could be less than 2% in 2007 and less than 2.5% next year. So we will be growing clearly below the trend rate of growth, which is closer to 3%. But how would this impact channel into the other economies in the world? Quite often there have been studies that have been relying on the couple of type of effects. First is the trade channel, meaning that more you trade with US, more the slowdown in the US will have an impact on you. And if we look at one recent study published by the European Central Bank in August, we see that, for example, for the euro area, this impact of a 1% slowdown in the US would be quite minimal. It would be something like 0.1 percentage point. If we also include so-called indirect trade effects, meaning that not only US slows down, but other countries slow down as well, the impact will be somewhat higher. For the euro area, it would still be less than 0.2 percentage points. But if we look at Asia, emerging Asia, Latin America, and some other areas, it would be considerably more. And then if we take a more richer model, econometric one, that takes into account real exchange rates, interest rates, fiscal policy responses, and so forth, we get somewhat bigger responses. In the euro area, it would be something like 0.3 percentage point, which is quite easy figure intuitively to agree with. But interestingly, for emerging Asia, this figure goes down. And this might be explained by the role of China, which is representing more than half of this group, and its own growth dynamics. It could also be due to the strong role of so-called process trade in Asia, that they purchase components, assemble them, and export them into other countries. This means that when exports go down, also imports go down. So in the short term, the impact is fairly minimal. Nevertheless, what we can conclude from this is that if we have a moderate slowdown in the US, we won't see a devastating effect, at least in Europe and in emerging Asia. Then there's a monetary policy response. We actually got a response from the Federal Reserve on this yesterday.
We were arguing that the interest rates were on the tight side already and the Fed had room to lower their rates. And this is exactly what they did. They cut rates by 50 basis points, and I think there's still more room to cut rates further to prevent this kind of a deflationary spiral from developing. And for the ECB, there's no hurry to raise rate at this stage. And finally, what would this mean for the stock prices? I think that even if we are in the situation that the estimates for 2008 earnings for European companies may need to come down a little bit, we are still looking at the situation where the global growth, which is still reasonably high, would keep earnings growing in Europe, despite the higher euro. And this would mean that actually share prices are very moderately valued at the moment, and this would mean that there's room for prices to grind higher in the coming 12 months. So in sum, I think this is all I have to say about this, and probably we have a question and answer session afterwards if you have any topics that you need to delve into. Thank you very much. Thank you very much, Jarkko. Don't have that many comments to your lecture. I have many questions, but I'll leave them to later. Við höfum núna spurningar, ætlum að leyfa spurningar úr sal til þeirra sem hér hafa talað. Fyrir mínu viti hefur þetta verið mjög áhugaverð erindi sem hér hafa verið flutt. Ýmislegt sem fram hefur komið sem að vekur upp spurningar. Og ég vil hvetja fundarmenn til að, sem sagt, áður en þeir spyrja spurninga að kynna sig. Annað er það að beina spurningunni helst til einhvers ákveðins framsögumanns. Og í þriðja lagi þar sem ég nú fundarstjóri þá fer ég fram á það að spurningarnar séu vel frambornar, stuttar og skipulegar. Þannig að er einhver sem að vill ríða á vaðið. Ef ekki þá ætla ég nú að leyfa mér að hlaupa hérna framfyrir og spyrja Jón Bjarka og að því svona að því að þegar þið kynntu spána þá er ekki svona tókið því að það er ekki mjög mikið svona tæknilega forsendur. Hverjir eru helstu óvissu þættirnir í þessari spá sem að þið eru búin að kynna hér til sögunar? Já, Ingólfur nefndi og ég rauninni Jarkko fór yfir líka einn töluvert veigamikinn óvissuþátt sem er hvernig núverandi óróa á alþjóðamörkuðum lendir. Það er ekki lokuverið að skotið að hann hafi djúpstæðari áhrif á vöxt hér sem annars staðar í heiminum heldur en við erum að sjá fyrir okkur. Við erum að gera ráð fyrir að áhrifin verði í rauninni tiltölulega lítil á vöxt hérlendis. En ef að þeir eru að slæra í harðbakkann hjá okkar stærstu fyrirtækjum vegna þessa, þá hefur það vissulega áhrif á vöxt. Annar óvissuþáttur er eignaverð og tengist að einhverju leyti þessum firði eins og títt vill nú vera með slíka áhrifaþætti. Við erum tiltölulega bjartsýnir til að mynda á þróun íbúðaverðs. Þrátt fyrir myndarlega hækkun undanfarið, það eru ýmsir þættir sem að styðja við það að íbúðaverð eigi að geta haldist töluvert hátt hér á landi. Það er ekki sérlega hátt miðað við löndin í kringum okkur til að mynda og eftirspurn hefur farið vaxandi eftir húsnæði og mun halda áfram að vaxa okkur fjölgar það. Nú okkur gengur vel, kaupmáttur hefur aukist mikið, greiðslugetan er verulega meiri nú var fyrir nokkrum árum. Þetta er nú svona helsta sem ég kemur í hug í stuttum máli og auki vil ég auðvitað vísa í erindi hinna framsögumanna sem að farið yfir svona helstu óvissu þættina. En bara svo í stjórnbyrjunni, hvað með til dæmis, þið talið þannig Helguvík, hvað að verða nú ráðist í fleiri stóriðju framkvæmdum, hvað áhrif það myndi hafa? Já, þetta er erfitt að segja. Það er talað margvíslega framkvæmdir,
oft virðist vera dagamunur á því hversu mikla líkur eru á hverju og einni. Í einn tíma virðist vera töluvert mikið af framkvæmdum framundan. Svo kom út úr einhverjir áhættu og óvissuþættir sem slá svolítið á möguleikann á að hér verði mjög hröð uppbygging. Við teljum ekki mikla líkur á að fjárfestingin í til að mynda stóriðju verði jafn stórtæk og hún var 2004, 2005 og í fyrra og raunar enn. Það eru auðvitað talsverðar líkur á öðrum álversframkvæmdum samfara þeim í Helguvík, en jafnvel tvennar framkvæmdir af þeirri stærðargráðu myndu ekki valda jafnmikilli þenslu og verið yfir undanfarna. En vissulega myndi það hækka fjárfestingastigið, auka verðbólguþrýstinginn og verða til þess að stýrivextir og gengi krónu yrði hærra í kringum upp að næsta áratugar heldur en við spá. Spurning? Það eru hljóðnemar hérna sem... Ég heiti Guðmundur Ingi. Ég ætlaði að spyrja hvernig staða Glitnis í þessum lausafjáreiginleikum sem eru núna og hvernig haldið með framhaldið á alþjóðlegum mörkuðum? Kannski spyrja Lárus Velding. Já, ég held að það sé rétt sem komið fram að það er svona lán í ólunni að íslensku bankarnir náttúrulega tókust fóru gegnum ágætlega vorrengingu í fyrra. Þannig að við erum núna að undirbyggjum okkar banka mjög vel. Glitnir í okkar staða er góð, við erum mjög sáttir okkar lausafjárstöðu eins og hún er. En náttúrulega á þessum tímapunkti þá vilja menn hafa mjög gott útsýni þegar og skyggnið þéttist. En það er alveg ljóst að við íslensku bankarnir stöndum gríðarlega vel og ég þekki það þegar ég á samræðum mínum við bankastarfsmenn í London í síðustu viku að við allavega vorum búin að takast á við þessi mál og við erum búin að stilla okkar allir upp, við erum flestir með svona árs liquidity í okkar, minnstakosti í okkar bönkum. Þetta náttúrulega kom miklu verð við stóra banka þar sem að fjárstýringardeildir þeirra hefðu aldrei hvarflað að þeim að þeir geti ekki fjármálað sitt skammtíma. Það bara aldrei hvarflað að þessi deildir. Þegar þetta sem gerist og þetta verður svona ótrúlegt lack of competence eða svo ekki ensku stöðunar að þá bara vita menn ekki hvernig það er bregðast við og auðvitað snýst þetta vandamál það að menn eru náttúrulega að gíra svo mikið upp og svo eru menn náttúrulega að laumast í það að fjármálinn sé skammtíma móti langtíma eign. Það er náttúrulega það sem er að gerast. Það menn náttúrulega stuttendinn er kvikari og hann er aðeins sýnlegri, vextir hafa verið að læra á styttra-endanum og menn það er mörgum hlutum og ég hef ekki gefið mjög fræðilegur hérna. Þá er þetta svona, þá er mín persónutilfinning að það sem hefur verið að laumast í stuttendan á móti í langtíma eign. Og svo þegar stuttendi bara allir lokast, þá þarf að ná í langendan og þá er hann orðinn miklu dýrari. Það er það sem gerist. Þannig að í raun og veru stöndum við eins og íslensku bankarnir bara ótrúlega vel að því við fengum æfingu í þessu fyrra. Þannig að við fengum í raun og veru mjög þægilega það hristu allir vel sín viðskiptamódel og undirbyggu sín. Og þess sést að við erum að sveiflast minna í þessum kreditspreddum okkar heldur en stóru bankarnir. Og við erum bara farþegi núna og áhorfandi á þessu ástandi heldur en að sviðslu séu oft. Já, ef maður vissi það nú. En ég held að það sem hafi gerst, ég held að þetta er náttúrulega mjög jákvæð þáttur að gerast og ég trúi ekki öðru en að hlutafélagamarkaður í Íslandi taka vel í sig í dag, eins og erlendis, er að það eru tveir lykilþættir sem hafa gerst, er að náttúrulega breski Seðlabankinn kom inn núna og tryggði fjármálaráðuneytið kom og tryggði öll innlán í Northern Rock, þessi banka sem var undir miklum árásum frá fréttamiðlum helgina. Og í öðru lagi var náttúrulega vaxtalækkun 50 punkta í bandaríska Seðlabanka í gær sem hefur mjög jákvæð áhrif. Þannig að ég held að við höfum aldrei farið í sama ástand og verið hefur. Það var allir sammála það undanfarið svona 1-2 ára. Það var að eignaverð og notkun skulda sérstaklega í private equity iðnaðinum og svo framvegis notkun leverage í alls konar flóknum strúktúrum væri orðið of mikið og þannig. Þannig ég held að sá tími mun ekki koma. Ég held að vextir munu vera háir, fyrirtæki getur undirbúið sig til það
það er meiri álag frá bönkunum, nú eru þeir búin að lenda í þessu, þannig að menn ætla að vera undirbúinir. Það er eignir fyrirtækjamarkaði sem hafa verið verðlaun með svona premium út af því að yfirtöku álæg, hún náttúrulega er farin. Þannig að ég held að það verði svona nokkurn veginn framhaldið. Ég held að ef að þetta gerist þess að komið fram hérna að áhrif bandaríska hagkerfisins er ekki meira en þetta og að Amerikanar ná að stýra sínu hagkerfi í nokkuð farsælan hátt, að þá erum við ennþá í ástandi þar sem undirleikindi svona þjóðhagfræðilegar undirstöður í hagkerfum heimsins eru nokkuð góð. Það sem aftur mútið áhægur til okkur öll að horfa á, er hvað er núna að fara að gerast með Kína og Indland. Það heldur svona stóra spurningi sem að þeir eru náttúrulega í sterkri stöðu núna. Þannig að þeir eru mennin peningast. Þannig að það er svona aðeins meiri pæling núna þegar við horfum fram á það. Þannig ég held að ef að alveg sem okkar með segja, ef það Bandaríkin á að jafna sig á þessu, þá mun heimurinn þróast og það er sést náttúrulega kannski best á þessum aðstæðum undanfara mánuði að engin hluthafamarkaður heimsins getur ákveðið sem ef þeir eru búin að sjá hvað Ameríkanarnir gera. Þannig að það er bara staðan. Já, fleiri spurningar úr sal? Engin brennir spurning? Jú, þarna. Byrjum niðri. Kynna sig. Spurningin er bara, mun hagnaður haldast hár eins og stendur þetta, provided that earning holds up. Meðan það hagnaður er alveg í hámarki, Hagnaður haldast hár. Ef ég segja það eins. Já, earnings hold up. Say provided that earnings will hold up. Earnings are at a very high level, right? Do you think it will hold up? Well, I think there are some indicators that if the global growth would slow down to around 4.5% in 2008 or slightly less, and looking at the past history, I think the earnings growth, at least in Europe, could continue. In the US, it's very much a question in which sectors the earnings will grow. We have already seen that the so-called global companies or international companies, their earnings are doing fantastically well in the US. At the same time, the ones operating in the domestic side are facing a bit more difficult times. So it could be very well that in the US the domestic sector is facing downward pressure on their profits, but the international sector would continue to do well. And I would assume that in Europe, firms that are quite a lot depending also on the investment demand from Asia, for example, would do in this scenario fairly well. If I may add somewhat an auxiliary question to this one, because Lars Welding was saying that now the big money lies in Asia, India and China. I mean, the question of the subprime crisis is not just how it happens. You point out that this is a very small part of the mortgage market as a total, but the question is not just how, it's also why. I mean, isn't it a little bit that people are worrying that the American economy is slowing down, that is to say the consumption will slow down, etc., etc. People are worried about those geopolitical, economic, long-term trends. Isn't that a part of the panic? That is to say that people are worried that the American consumption might decline actually, and the U.S. might cease to be this motor of the international economy? Yes, exactly. For the first time in history, we, even using the market exchange rate, we were in a situation that China was contributing more to world growth than the U.S. did in the first half of this year. But at the same time, this is the key of the risks, that it won't be contained in the construction or residential construction sector, but it will spill over into private consumption. We are expecting just this, but we are not expecting that the private consumption would slump. So if we are in a situation that the shock will be sharper, private
consumption would actually decline in the US for several quarters, then we are in a completely different situation, of course. And then it would have more impact on the exporting countries in Asia, in Latin America, and even in Europe. But if we are seeing this kind of sluggish growth below trend for several quarters, perhaps for the next 2 years in the US, then we are in a situation that the global economy is likely to go rather well with it. Einhverjar spurningar úr salnum? Þannig einn. Ég heiti Salvi Eysteinsson. Mér langar til að spyrja stöðu Glitnis, sérstaklega á þessum svo kallaða subprime markaði. Við höfum orðið vitni á síðustu dögum virtan banka í Bretlandi, Northern Rock, vera barmi gjaldþrots og þúsundir manna í biðröðum fyrir utan bankann að taka út sparifé sitt. Mér langar til að vita hvort að Glitnir eigi mikið af subprime veðlánum og hvort þeir gætu nokkurn tímann lent í svipaðri stöðu og Northern Rock ef að lántakendur geti ekki greitt lánin sín eins og þess að byggja í Bandaríkjunum og núna síðast í Bretlandi. Svarið nei, við erum ekki með neina stöðu í subprime lánum. Það hefur verið kostur í okkar aðferðargreiningu að við erum raun og veru bara svona þess að kallað fundamental banki, við erum svona bara einfaldur banki. Við lánum peninga, við höfum ekki verið að taka þátt í mjög flóknum strúktúrum þar sem að búið að gíra upp undir ekkert eignir mjög oft. Við erum tiltölulega einföldum viðskiptum á mörgu leyti. Á þetta Northern Rock, minnst að það snýst ekki það að bankin hafi verið að borða með gjaldþrot, hann var mjög sterkur einföldlega í raun og veru. Hann var raun og veru lendi bara í lausafjárkrísu, eins og ég veintist á það. Hann var búinn að vera að fjármagna sig stutt á móti langtíma eignum. Það var þetta vandamál sem gerðist. Við náttúrulega erum ekki háðir þessum innlánsmarkaði og klálega ekki breskum innlánsmarkaði. Þannig að við Glitnir í sjálfsög hefur enga áhættu af þessu. Það eina sem við til að sambarlega ástand með eins staði okkur, þá myndum við að verða fyrir því að raun og veru bara aðalega íslenskir neytendur mistu trúna okkur og byrjuðu að taka leinanum okkur og bankanum, en til líka því sem við neittar raun og veru ber að hafa í huga, og það má líka segja við þetta breska mál að þetta er náttúrulega líka eins og gerist átt í svona paníkástandi að upplýsingagjöf fyrirtækisins og fjármálakerfisins náttúrulega slök af því að menn bara allir taka skrið tilbaka. Það er ljóst að það eru innlánstryggingar fyrir öllum raun og veru almennum innistæðum allra þessara einstaklinga sem eru að hlaupa til og taka peningar í snút. Það eru örugglega 100 ár síðan að menn byrjuðu að hugsa fyrir því að setja svolítið tryggingar í gang. Það sama er á Íslandi alveg eins og í Bretlandi. Þannig að ég tel að þetta er nú svona vandamál sem myndast þarna aðalega þeir lendi í lausafjárkrísu og þeir vinna ekki finnst mér nú hratt með breska seðlabankanum, fjármálaráðuneytinu og sjálfur í bara að útskýra stöðuna til sína innlánsþega. Já, ég sé að tíminn er runnin út í raun og veru. Ég ætlaði aðeins að segja það að svona sem lokaorð mín, minnstu úrstu hér, að þetta er áhugavert umræði sem hér hefur átt sér stað, áhugavert þjóðarspá sem kemur fram, og það er líka mjög áhugavert þetta að íslenska fjármálakerfið er núna orðið það samtengt alþjóðlega fjármálakerfinu að þó svo að íslenski bankar séu ekki eigendur að slíkum subprime lánum eins og hér hefur verið bent að þá er þetta bara þannig að nú er það þannig að íslenska hagkerfið og bankarnir og önnur fyrirtæki þau finna fyrir þeim breytingum sem verða í hinum alþjóðlega fjármálamarkaði eins og eðlilegt má teljast, og það má kannski segja að efnahagsundrið Íslands snýst kannski að stórum hlutum það að Ísland er orðinn hluti af heiminum. Það er engum lengur sem dettur í huga að lögmál hagfræðinnar eigi ekki við hér en bara annar staðar. Hvað það? Ég vil þakka frumælendum öllum fyrir áhugaverða fyrirlestra
og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir spurningarnar og fyrir komuna. Takk fyrir. Ég vil segja fólk